skulum líta á allavega undirbúning fyrir æfingu 251, blaðsíðu 73 KS. Ég skrifa þá bara, þetta er hvitt. KS er æfing 251, blaðsíðu 73. Og þar eigum við að einfalda kósinus af bógalengdareiningum eða kósinus af rauntölum og við erum að nota ákveðin grunnhorn sem við þekkjum. Og ég myndi undirbúa mig svona fyrir æfinguna. Ég myndi búa mig til 2 töflur og skrifa niður summureglur og mismunarreglur. Þannig að byrjum bara svona. Þessi tafla er ágæt. Þá erum við með x í rauntölum og x í gráðum. Og svo erum við með sin cos tan. Kunnum þessi, 0 gráður, 30 gráður, ég skrifa nú ekki gráður, bara svona 45, 60 og 90. Þetta er svona þessi grunnhorn. Og tilsvarandi bógalengdareiningar, þá 0, pi sjöttu, pi fjórðu, pi þriðju og pi aðrir. Og við skulum kannski framlengja, kannski þægilegt að geta haft hana lengri. Við getum það farið í 120 gráður og 135 og síðan 150 og 180. Og við skulum byrja þá að fylla í eyðurnar. Við höfum sinus af, segjum bara x og kosinus af x og síðan tangensin af x og þessi verður 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 og svo getum við gert svona 3, 2, 1, 0. Svo drögum við rót og deilum með 2 og þá fáum við 0, hálfur, rótin af 2 deilt með 2, rótin af 3 deilt með 2, rótin af 4 sem er 2 deilt með 2 og 2 deilt með 2 er 1. Þannig. Og svo förum við niður aftur. Rótin af 3 deilt með 2, rótin af 2 deilt með 2, rótin af 1 deilt með 2 og rótin af 0 sem er 0 deilt með 2 sem er 0. Og ef við teiknum bara myndina sem að hjálpar okkur einhvern veginn að sjá þetta. Að hér höfum við 30 gráður, 45 og 6, illa gert hjá mér. Jæja, þetta láta þetta ekki vera svona ljótt. Svona 30 gráður, svona einhvern veginn, 45 gráður, þetta er ekkert skar, 60 gráður, svona. Þá er þetta hérna fyrir sömu hæð í sinus, þannig 120 gráður, 135 gráður, 135 og síðan 150, 30 gráður frá 180, 150 gráður. Og svo höfum við hér, þetta eru 0 gráður og þetta eru 180 gráður. Og við sjáum þá hérna tilsvarandi radíana, við skulum eða bógalengdareiningar, 120 gráður, það við getum sagt að það 120 er 4 sinnum 30. Það er kannski betra að nota þessa, 120 eru 2 sinnum 60, 2 pi þriðju þá, 2 pi þriðju, 135 gráður eru 3 sinnum 45 gráður, 3 pi fjórðu, 3 sinnum pi fjórðu, 150 gráður eru, hérna erum við með 30 gráður og ef 5 földum 30 gráður þá fáum við 150 gráður. Þetta eru 5 pi sjöttu, 5 pi sjöttu og 180 gráður pi, 2 sinnum 2 pi. Þá erum við komið með þetta. Sjáum að sinus af 60 er sama og sinus af 120 og sinus af 30, með þetta verður almennilega gert, er sama og sinus af 150. Þannig að við getum allavega skrifað þessi og þessi er svo sama, þessi og þessi, þetta er sama hæðin, þessi og þessi, og hér fáum við 1. Og ef við skráum kósinusuna, þá fáum við 1, rótin af 3 deilt með 2, rótin af
2 deilt með 2, hálfur og 0. Hvað svo? Við getum náttúrulega séð sko eins og kósinus af 30 er eins og mínus. Við erum orðið að svona, kósinus af 150 er eins og mínus, þetta er jafnlangt, mínus af kósinus af 30. Hvað er kósinus af 30? Þannig hérna, þannig þessi verður mínus, mínus rótin af 3 deilt með 2, og þetta er 1 hér, ja. Og kósinus af 135 gráðum, það er mínus rótin af 2 deilt með 2, hér fáum við mínus hálfan. Ég getum líka hugsað þetta svona að, til að ég segjum til dæmis, þessi hérna, þetta er þessi vígur til dæmis, ef við horfum á hann er kósinus af 30 og sínus af 30. Ef við snúum honum 90 gráður, þá bætum við 90 við 30, förum hérna í 120, þannig. En þá vitum við að skrifa hana kannski hér, að kósinus af x plus 90 gráður og sínus af x plus 90 gráður. Hvað verður það? Við snúum kósinus 90 gráður, þá fáum við mínus sínus. Og sínus, það verður bara kósinus. Sínus sem er snúið 90 gráður verður kósinus af x. Hvernig getum við notað þetta? Kósinus af, ef x er til dæmis 60 gráður, fáum við þetta hérna. Kósinus af 60 gráðum er hálfur, þessi græni hér. Og ef við bætum 90 gráðum við 60 gráður, þá fáum við 150 gráður. Hvaða gildi tekur það? Það er sama og mínus sínus af 60 gráðum. Hér er sínus af 60 gráðum. Og þá er kósinus af 150 gráðum mínus sútala. Samkvæmt þessari. En þetta var næg okkur til að stróka þetta út. Við getum síðan skrifa tangensinn og horfum við á hvern dálk og 0 á móti 1 er 0 og svo höldum við hérna áfram hálfur á móti rótin af 3 er 1 á móti rótin af 3. Hérna fáum við 1 og hérna fáum við rótin af 3. Hérna fáum við eitthvað sem er óskilgreint. Hérna fáum við mínus, hallatalan er neikvæð. Hér fáum við mínus rótin af 3 og hérna fáum við mínus 1 og hérna fáum við mínus 1 á móti rótin af 3 og hérna fáum við óskilgreint aftur. Og síðan þurfum við strátt ekki bara að kunna 2 reglur, það er að segja hvor regla inniheldur sínus og kósinus fyrir summu og mismun. Við þurfum strátt ekki eiginlega bara að kunna eina reglu. Hún er þessi, kósinus af beta mínus alfa er dot af þessu fylki hér. Lokastaða mínus uppastaða og þá röðum við upp í réttri röð, það er þá kós alfa sín alfa og hér kós beta sín beta. Og sínusin er bara det. Og sín beta mínus alfa er det af þessu fylki. Kós alfa sín alfa kós beta sín beta. Nú er ég búinn að átta með þessari mynd. Á blaði myndi ég gera þetta skýrar. Setja allt upp, ég bara það sjáist sem mest af rammanum. Þannig að kósinus af mismun tveggja horna er depilfeldið. Það er þá kós alfa kós beta eins og við gerðum í sönnuninni pluss sín alfa sín beta. Og sínusinn, það er krossin hérna með mínus á seinna markvæðislinjum. Svo sé ég bara kós alfa sín beta, þessi, mínus þessi, mínus sín alfa kós beta og þá eru þessar formúlu komnar og þegar við reiknum sko kós alfa pluss beta eða beta pluss alfa, ég skal bara skrifa núna þá er minnstu að breyta, kós beta pluss alfa summa tveggja horna, það er þá dot og við notum alveg sama fylkið nema nú segir við kósinus af, skrifa það kannski skýrara, það er kósinus af beta mínus alfa, það er kósinus af beta pluss alfa. Það þýðir við getum sett mínus
alfa hér og mínus alfa hér og kosinus af mínus alfa er kosinus af alfa en sínus af mínus alfa er mínus sínus af alfa, kosinusin er jafnstættfall, sínusin er rótstættfall. Þetta gefur okkur þá reglurnar, bara reyna þetta upp, þetta var að debillin, dot, ég er best að skrifa þetta bara upp, kosinus af alfa, kosinus af beta, mínus sinus af alfa, sinus af beta og svo þegar við reiknum upp úr deplinum þá fáum við cos alfa cos beta plus mínus sin alfa sin beta cos alfa cos beta mínus sin alfa sin beta. Á sama hátt sinus af beta plus alfa er sinus af beta mínus alfa sem er þá ákveðan á sama fylki og ég setti þarna upp á þann cos alfa mínus sin alfa cos beta sin beta og reiknum upp þessu þá fáum cos alfa sin beta cos alfa sinnum sin beta mínus í formúlu, það verður þá plus sin alfa cos beta sin alfa cos beta. Svona, þetta er maður búin að króta upp fyrir sig og svo núna því að við erum vitnum þetta, skulum bara stróka þessa hjálparreglur út, þessa minnisreglur og ræða þessu upp fyrir okkur eins og kannski þægilegast er. Þessi má fara núna, búin að nota hana. Þetta bara fara allt saman. Cos alfa cos beta mínus sin alfa sin beta. Svona og svo þessi. Þessar reglur þurfum við að muna. Þetta er þó það sem við getum notað í dæmið. Og við fletta upp í bókinni. Reiknið eftirfarandi án þess að nota reiknivél breyti einnig boga lengdunum í gráður. Fyrsta dæmið er svona, þetta er sem sagt æfing 252 í kosinus af 3π fjórðu. 3π fjórðu, á ég það í þessari töflu? Já, 3π fjórðu og kosinus af 3π fjórðu. Fyrst ég bjó til töfluna, þá get ég nú notað þennan. 3 sinnum 45 gráður, hugsaum það þannig. Bara samkvæmt töflu segjum við, þá myndum við segja bara kosinus af 3π fjórðu er mínus rótin af 2 á móti 2. Mínus rótin af 2 á móti 2. Komið. Númer 2. Ef við skoðum það nú líka, það er svolítið erfiðara. Það er sinus af 11π tólftu. Og ég átti líka að breyta þessi gráður. 3π fjórðu er 135 gráður. Skrifa ég það. Þetta er 135 gráður og það er auðvitað sama hlutfall. Svona, búið, liður númer 2, þá höfum við sinus af 11π tólftu. Það veitum við ekki hvað það er, 11π tólftu. Getum við séð það fyrir okkur svona að π tólftu 15 gráður. 180 skipti 12 hluta, þá fáum við 15. Þannig að við þurfum líka að reikna út 15 gráður frá 180. Það eru 165 gráður, svona. Getum við liðað 165 gráður upp í eitthvað þægilegt horn sem er í töflunni. Hvað 135 pluss 30? Það eru 165. Milli reikningar. 165 gráður eru 135 gráður pluss 30 gráður. Þægileg skipting. Þá hef ég líka að 11π tólftu, og ég fer bara í töfluna mína, eru 3π fjórðu og π sjöttu. 3π fjórðu og π sjöttu. 3π fjórðu og π sjöttu. Nú þessi neðsta lína er nú alls ekki dagljós. Ég ætla að reikna bara upp úr þessu að ég fá ekki örugglega 11π tólftu. Þetta var tiltölulega þægilegt í gráðum en það er ekki
Það er það ekki í bólendareiningunum. Þannig að það gera samnefnt og við lengi nú hérna með 3. Það er komið 9 π12 og hérna þarf ég að lengi með 2. Hvað er ég með þá? 9 π12 pluss 2 π12 komið 11 π12. Þetta er 11 π12. Þetta passar. Ég var bara aðtöð. Og ég nota sínusreglu. Þetta er þá sínus af 3 π4 pluss π7. Og hérna myndi ég þá hafa sínus af 135 gráðum pluss 30 gráður. Sínus af summu, ef ég man ekki regluna þá var ég nú búin að skrifa hana hér. Sínus af summu er cos alfa sín beta sín alfa cos beta. Og við segjum þá cosinus af alfa. Alfa er cosinus af π7 sinnum sínus af 3 π4 pluss sínus af alfa þarf að segja sínus af π7 sinnum cosinus af beta og betan er 3 π4 og manni tölurnar, það setja jafnaðverki bara hér. Cosinus af π7 það er sama að segja cosinus af 30 gráðum. Cosinus af 30 gráðum er rótin af 3 á móti 2. Og við flettum það bara í töflunni sem við erum búin að skrifa sínus af 3 π4 hérna. Ég er að reikna þetta hér. Sínus af 3 π4 er sama og rótin af 2 deilt með 2 pluss í formúlu sínus af π7 sama og sínus af 30 gráðum er hálfur. Og svo lokum þá tek ég þennan. Og þetta verður þá rótin af 2 á móti 2. Þetta verður hvað? Ekki að taka rótin af 2 út fyrir sviga. Ekki fallegt. Þá höfum við rótin af 3 á móti 2 mínus hálfur sinnum rótin af 2 á móti 2. Og við getum svo sem tekið þetta hér saman. Rótin af 3 mínus 1 á móti 2. Og svo er kannski huggulegt að segja bara að þetta er fjarkið þarna. Segjum sinnum hér og deilum með 2. Og svo myndi ég nú kannski athuga hvort að ég hafi gert mistök með því að slá þessa tölu inn í MATLAB og athuga hvort að þetta sé rétt. En ég þarf þá ekki að reikna seinni liðin. Þetta verður það sama hér. Rótin af 3 mínus 1 og rótin af 2 deilt með 4. 4. Sínus af 11 sinnum pi deilt með 12 að fáið 0,2588. En hvað er þetta vinstri hlið kannski? Hlutfalli var hægri hlið jafnt og það var svigi rótin af 3 mínus 1 sinnum já rótin af 2 allt saman deilt með 4. Þá hef ég gert villu. Þetta er hún hér. Minus 1 svona und entschuldigen Sie mich. Sviga móti sviga. Þessi þarf þá ekki að vera svona. Fíntir. Allt til að er hægri hlið mínus vinstri hlið. Hvað er það? Er það ekki örugglega 0? Og þetta er 0 í MATLAB.